Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Ég býð ykkur velkomin til þessa 830. fundar bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og í upphafi fundar þá vill forseti óska eftir leyfi til að taka inn mál með afbrigðum og það kosningin nefndur og ráð samkvæmt ósk vina Mosfellsbæjar og ég býð þá sem samþykkja það að gefa merki og það samþykkt með 11 greiddum atkvæðum. Það mál verður þá númer 6 á dagskrá þessa fundar. Þá skulum við snúa okkur að dagskráni eins og hún liggur fyrir og fyrsta mál á dagskrá okkar fundar. Fyrst ætla kannski forseti að segja frá því að það eru þá í staðist að það hafi verið 12 þá eru 13 mál á dagskrá og þar af eru 5 fundargerðir staðfestingar, 1 almennt erindi sem við vorum að taka inn og 7 fundargerðir til kynningar. Og fyrsta málið á dagskrá er bæjarráðsfundur og það er fundargerð bæjarráðs, það er 1581. fundur bæjarráðs. Sá fundur var haldinn þann 25. maí og á þeim fundi voru 10 mál á dagskrá, reyndar var 4 frestað og forseti gefur orðulaust fundargerðina og bæjarstjóri Regína Ásvarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að ítreka þakklæti til bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fyrir þá samstöðu sem var í kringum Skálatúnsverkefnið en það var skrifað undir samning 25. maí það að Mosfellsbær tæki alfarið að sér að annast og þróa áfram þjónustu við íbúa Skálatúns, 33 íbúa en Skálatún er rekið af EOGT á Íslandi, hefur verið það frá 1954 og ennfremur var skrifað undir það að Skálatún myndi ánafna fasteignir og lóð Skálatúns til stofnana uppbyggingar í málefnum barna og fjölskyldna. Það verður stofnuð sjálfseignarstofnun fasteignirnar og framsal lóðaréttinda verður bundið þeirri kvöð að framtíðar uppbygging á svæðinu verði einungis í þágu barna og fjölskyldna og það eru frekari takmarkanir á framsali landsins. Það var skrifað undir það að þarna verði staðsett miðstöð barna og það felur í sér að þeir aðilar sem að veita börnum og fjölskyldum þjónustu eins og stofnanir á vegum ríkisins, ýmsar þjónustustofnanir og samtök verði staðsettir á sama svæðinu og hugmyndafræðin snýst farsæld barna að þessir aðilar hafi með sér nána samvinnu í þessum verkefnum, mikilvægu verkefnum og það er að auki stefnt á því að þarna verði líka hagkvæmari rekstrakostnaður, sameiginlegt mötuneyti, starfsmannaaðstaða og fleira sem að er til hagsbóta fyrir ríkið. Þá var ritað undir samkomulag að jöfnunarsjóður yfirtæki skammtímaskuldir Skálatúns auk þess að greiða Mosfellsbæ 240 milljón króna viðbótarframlag við þær rúmu 700 milljónir sem eru veittar til verkefnisins nú þegar á hverju ári næstu 10 árin og það er mjög mikilvægt fyrir Mosfellsbæ að fá tryggingu fyrir því að reksturinn geti verið orðið sjálfbær í Skálatúni en það er ekkit launungamál að það hafi verið miklir rekstrarörðleikar þar og þannig að þetta og reksturinn verulega þungur. En að sjálfsögðu munu koma til aukin útgjöld hjá Mosfellsbæ á næstu árum ef að íbúar kjósa að fara í sjálfstæða búsetu að þá kostar það líka ákveðið fjármagn en það sem hefur verið yfirlýst í kringum þessa samninga og í opinberri umræðu að við munum ekki fara raskaró íbúana sem að búa þarna og hafa búið sumir hverjir eins og fram hefur komið í 72 ár, svo sem að hefur búið lengst á Skálatúni og þetta voru einmitt hluti af þeim spurningum sem komu fram í kjölfar fundarins 25. í bæjarráð og bæjarstjórn þegar það var samþykkt að heimila bæjarstjóra að ganga til samninga
að þá voru haldnir fundir bæði með starfsmönnum Skálatúns sem eru yfir 100 og líka með íbúum og aðstandendum og það mættu 80 á þann fund og þá komu fram svona margar krefjandi spurningar frá aðstandendum einmitt þetta með að svona það hvort að ró íbúana væri raskað og komi ljós mikill vilji til þess að það er gert mjög varlega og það er ekki farið í að flytja íbúa gegn þeirra vilja og það hefur auðvitað aldrei staðið til. En hugsanlega getur verið að yngsti hópurinn sé tilbúin að færa sig og þá auðvitað skuldbundum við okkur til þess að veita þeim þjónustu og í sjálfstæðri búsetu. Bara til að setja hlutina í samhengi ef við miðum okkur við Reykjavík með leyfi forseta að þá sem er 10 sinnum stærra sveitarfélag að þá er þetta eins og Reykjavík borg hefði fengið 330 nýja viðskiptavinni þjónustuþega og yfir 1000 starfsmenn þannig að svona til þess að setja þetta í samhengi við stærð sveitarfélagsins hér og þetta risastóra verkefni. Við höfum virðingu við íbúana leiðarljósi og við erum líka mjög upptekin af því að við erum að yfirtaka þjónustu, við erum að taka á móti starfsmönnum og munum vinna því að það verði samruni en ekki yfirtaka og samruni þjónustuna þýðir það að það koma allir aðilar að borðinu með sína menningu og sína starfshætti og svo bræðum við eitthvað gott út úr því. Og höfum ráðið verkefnastjóra sem er í hlutastarfi hjá okkur í breytingastjórnum Sigríði Indriðadóttur sem var hér mannustjóri í mörg ár og þar verður farið í og bara strax byrjað að fara í verkefni sem að tengjast þessum breytingum og sem að munu eiga sér stað. Það er ekki einu svona mánuður í það eru rúmið 20 dagar þangað til að starfsfólki verður starfsfólk Mosfellsbæjar og íbúarnir okkar þjónustuþegar. Mér langar líka fyrir utan að þakka bæjarstjórn, þá langar maður að þakka Sigurbjörgu Fjölnisdóttur, framkvæmdastjóra velferðarsviðs og Þóru Hjaltesteð bæjarlögmanni kærlega fyrir þeirra þátt í þessari vinnu. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Já, bæjarfulltrúi Halla Karin Kristjánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir í sama máli og ætla nú bara rétt aðeins að bæta við þessa greinagóðu lýsingu og það sem hún Regína bæjarstjórinn okkar var að segja. Mér langar bara að segja frá því hvað það var ánægjuleg svona tilfinning að vera í Skálatúni þegar var verið að undirrita samningana, hvað það var svona gleðiríkt bæði að vera innan íbúana Skálatúns, starfsmennina, með okkur öllum bæjarfulltrúunum, starfsmönnum Mosfellsbæjar og fullt og ráðherrum ásamt ýmsu starfsfólki á ráðuneytunum og hinum opinberum stofnunum. Þetta fór einstaklega vel fram og í undirrituninni eins og þið vitið, eins og Regína er búin að segja, bæjarstjórinn okkar að þá var auðvitað ávallt haft hagur íbúa að leiðarljósi. Hins vegar var þetta flókið samningsferli þar sem margir komu að og ég vil bara þakka það hvað allir unnu að farsældri lausn í þessari niðurstöðu á þessu stóra máli, bæði fyrir hag íbúa en einnig held ég að ég geti sagt að þetta sé með bara stærstu uppbygginga áformum sem hefur verið gerð hér í Mosfellsbæ. Auðvitað á eftir að gera það, en það er búið að gera samkomulag það og það er ótrúlega ánægjulegt að farsæld barna eða það að kerfin tali við börnin verði hér í Mosfellsbæ og við þetta mun geta skapast mörg hundruð störf. Og við fögnum því hér í Mosfellsbæ að fá svona opinberar stofnanir og fullt af hagaðilum sem sjá það hag sinn í því að þjónusta enn betur börn og ungmenni og fjölskyldur allstaðar af að landinu. Bara takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem óskar að taka máls? Má ég óska eftir þessu?
Já, það er ekki hefur komið ósku fundarhlé og
Við hefum þá funda 9. Orðið enn laust fyrsta mál á dagskrá bæjarráðs fundar 1581. fundar bæjarráðs. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Forseti vill vekja athygli á því að bæjarstjórn hefur nú þegar samþykkt þetta mál. Það var gert á aukafundi sem var fundur númer 829. Þannig að við erum ekki að fara að greiða atkvæði akkúrat þennan lið fundargerðarinnar, heldur verður þessi liður lagður fram vegna þess að bæjarstjórn nú þegar búin að samþykkja þetta og þá verði svofelld bókun við afgreiðsluna. Afgreiðsla 1581. fundar bæjarráðs var samþykkt einróma á 829. fundi bæjarstjórnar þann 25. maí 2023 með eftirfarandi bókun og síðan mun koma bókunin sem að bæjarstjórn bókaði þá og ég ætla ekki að lesa upp fyrir ykkur núna. Þannig að á eftir þá munum við greiða atkvæði alla aðra liði þessara fundagerðar þannig að það sé skýrt og þessi liður hér með lagður fram. En orðið laust önnur mál á dagskrá fundarins og bæjarstjóri Regína Ásvarsdóttir óska eftir að taka til máls. Svo vel bæjarstjóri. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 1.2 sem fjallar verkföll og eins og hefur komið fram í fjölmiðlum og kom fram á bæjarráði að þá hófst allsherjarverkfall BSRB núna mánudaginn sem hefur áhrif á störf í leikskólum sem eru margir hverjir lokaðir. Verkfalli hefur líka áhrif á íþróttamiðstöðvar og þar með taldar sundlaugar, þjónustustöðuna og hér á bæjarskrifstofunum og það sem kannski mjög sérstakt að verkfalli hófst hér í Mosfellsbæ með svona ákveðnum aðgerðum 15. maí þannig að leikskólar hafa ekki verið starfandi svona alla daga vikunar frá núna á 4. viku. Þannig að þessi staða farin að hafa mjög alvarleg áhrif á samfélagið og foreldrar eðlilega ósáttir enda hefur verkfallið auðvitað áhrif á bæði atvinnuþátttöku og sumarfrí og annað. En ég vildi árétta það eins og hefur komið reynda fram í opinberri umræðu, þá það samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga sem fer með samningsumboðið fyrir Mosfellsbæ og flest önnur sveitarfélög. Reykjavík þar undanskilin og það ekki bæjarstjórn eða bæjarstjóri sem að semja fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þessi staða auðvitað snúin. Við erum með vinnuveitenda ábyrgð, við erum með þjónustu veitenda ábyrgð en komum samt ekki að samningunni. Við erum auðvitað upplýst, það eru fundir tímsfundir sem samninganefndin og stjórn sambandsins heldur reglulega með bæjarstjórum landsins og ekki bara þeim sem eru með fólk í verkfalli heldur öllum bæjarstjórum og það svona sagt frá stöðunni en hins vegar þá verði að segja að deilan virðist vera síðasti fundurinn var í gærmorgun og deilan virðist vera í algjörum hnút hvorugur aðili hefur verið tilbúin að gefa neitt eftir en það sem að sambandi hefur hins vegar boðið sem mjög ánægjulegt það hækkun á lægstu launin í til dæmis leikskólum og það munur 50-60.000 á mánuði sem mjög ánægjulegt en það sem sambandi hefur ekki viljað bjóða þessi eingreiðsla vegna þess að þeir vilja ekki fara inn í samning sem var að fullu efndur þegar við heyrt þessa rökfærslu í fjölmiðlum en svona það mat mitt og fleiri að ef það ekki tímapunkturinn núna fyrir ríkissáttasemjara, nýskipaðan ríkissáttasemjara að stíga inn af fullum krafti í deilu, þá það núna. Vegna þess að orðið svona mikil þreyta og sérstaklega í þessum sveitarfélögum sem eru búin að vera hvað lengst í þessari stöðu. En ég átti góðan fund með leikskólastjórum í morgun og
við vorum að fara yfir svona ákveðin túlkunaratriði, átti líka fund með fulltrúum stéttarfélagsins hér í Mosfellsbæ, þar sem að það eru auðvitað ákveðin grá svæði sem að BSRB túlkar öðruvísi heldur en sambandið, þannig við erum að reyna að finna lausn á því, þannig að og þjónustan sem sagt, þannig við getum hugsalega haldið, erum að vonast til þess að geta haldið aðeins meiru opni í leikskólanum heldur en verið hefur, en við fáum vonandi úrskurðum það í dag. En ég vildi svona vekja athygli bæjarstjórnar á þessari stöðu. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið númer 2 á fundargerðinni? Bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Virðulegur forseti, mér langaði bara að taka undir áhyggjur bæjarstjóra af stöðunni í þessu verkfalli. Hún er döpur og bara grafalvarleg og ég held að við deilum öll hérna við borðið að þetta er sem viljum sjá að leysast, að fólki okkar komi í vinnuna og að börnin komast í leikskólann og það er lendi foreldrar að sinna sínum störfum. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir liðinu verkfall starfsmannafélags Mosfellsbæjar 2023? Svo er ekki og þá telst umræðan þann lið lokið. Eftir standa nokkrir aðri liðir á þessari fundargerð og er orðið gefið laust þá. Það kveður sér engin hljóðs, þannig við göngum til atkvæðagreiðslu. Forseti minnir á að það var lagt fram fyrsta málið, þannig að nú erum við að greiða atkvæði fundargerðin eins og hún er að öðru leyti, þess sem staðfesta fundargerð bæjarráðs, vinsælast gefið merki og forseti sér 11 hendur á lofti, þannig að þá erum við búin að afgreiða þessa fundargerð og þá er það næst fundargerð 1582. fundar bæjarráðs Mosfellsbæjar. Sá fundur var haldinn þann 1. júní og á dagskrá þess fundar voru 9 mál og orðið er laust mál. Já, gjör svo vel. Bæjarfulltrúi Sævar Birgisson hefur óskað eftir að taka til máls, gjör svo vel. Bæjarfulltrúi. Forseti, ég kem upp undir máli 2.2 og við óskum breytingu á samkomulagi uppbyggingu 4. áfanga helgarverkfæris og ég vil reyna bara leggja áherslu á það að Mosfellsbær liðki til og gera það sem við gerum það sem í okkar valdi stendur til að gera það verkum að fyrstu kaupendur eigi greiðari leið inn á fasteignamarkaðinn. Og með þessu erum náttúrulega að stíga skref í því ef að verður það, því að við sjáum bara hver staðan er í dag og við viljum náttúrulega klárlega að þess háttar eignir sem að HMS veitir hlutdeildarlán fyrir séu í boði til kaupa hér í Mosfellsbæ og bara svona tölulega staðreyndir er að það eru 500 lán sem hafa verið veitt frá hlutdeildarlán HMS frá því að þessi vegferð var hafin fyrir einhver 3 ára síðan og það er ekki nema 40% af þeim sem hafa verið veitt fyrir kaup og fasteigna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að þarna hefur við klárlega færi að ná þessum mikilvæga hópi sem er með ákveðin múr fyrir fram að sig sem er eftir að komast yfir. Þannig að við bara vekja athygli á þessu. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 2.2? Svo er ekki og þá telst sú umræðum þann lið lokið, en það eru fleiri atriði á dagskrá þessa fundar og orðið er áfram laust fundargerðina. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson óskar eftir að taka til máls, gjörðu svo vel bæjarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli nr. 2.3 sem er tillaga biðlista garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja í Mosfellsbæ. Á þessum fundi bæjarráðs þá lögðum við til fulltrúar í bæjarráðum að það yrði aukið við þá þjónustu sem stendur til boða
eldri borgurum og öryrkjum í Mosfellsbæ varðandi aðstoð við garðslátt sem hefur verið þannig að það hefur hægt að sækja tvisvar sinnum á sumri fyrir á einn aðili að fá þá þjónustu sem hefur þá verið veitt í gegnum vinnuskólann gegn vægu gjaldi. Við komum með tillögu það að þessi þjónustu yrði útvikluð og það yrði boðið upp á fleiri skipti ef að fólk hefði þörf fyrir það og óskaði eftir því og það er þá líka mögulega stækkaður sá hópur sem er að sinna þessi dag hjá vinnuskólanum og ef að þess þyrfti. Tillagan var felld í bæjarráði af meirihlutanum og það sem kemur fram í þeim rökum sem að fylgja með í bókun sem fylgir það með að þar kemur meðal annars fram að tillagan sé seint komin fram sem að má með sannir segja að þetta halda fram að sé rétt en svo kemur líka fram að ég má lesa forseti aðeins upp úr bókunni til þess að hægt sé að fjölga skiptum þarf að bæta tækjakostnaði tilheyrandi kostnaði sem áttu við ykkur spurningar hvort sveitarfélagið sé þannig að færa sig inn á samkeppnismarkað. Það sem kemur skýrt fram í tillögunni hjá okkur er það að þetta er gert með þeim hætti að það er ekki skapað tækjakostnaði, þetta heldur bara mannafli og það þekkist annars staðar á sveitarfélögum sem að þetta hefur verið stundað. Þannig að það ætti ekki verið neitt kostnaður ekki að þessu auk þess sem að það verður rukkað fyrir þetta lágt gjald eins og er gert nú þegar þannig að í þessari bókun að þá frá meirihlutana og þeim rökstuðningi sem að fylgir að þá fer það ekki saman við tillöguna sem að við lögum fram. Við gerum okkur grein fyrir því að þetta sé seint framkomið en ég átti samtal við starfsmenn inn á fræðsviði og við vorum saman það að þetta væri algjörlega gerlegt að gera þetta og það er mín skoðun eftir að vera hér í bæjarstjórn í síðan 5 ár og eiga þrjú börn sem eru búin að fara í gegnum hennar vinnuskóla að það sé algjört svigrúm til þess að bæta við þetta og ég held að þetta sé mjög gott tækifæri til þess að tengja saman hér unga fólkið við eldri borgarana og þetta er líka bara þannig verkefni sem eru bara mjög jákvæð og myndu skila miklum árangri. Við vitum ekkert hversu mikil þörfin er þessi umframþörf en það hefur verið mjög ákjósanlegt að setja þetta í gang eins og mér var sagt á frelsis að væri bara hægt að gera og síðan þá ef umfram eftirspurnir þá er það bara þannig að það er ekki að ráða við það og síðan var þetta skoðað þá í framhaldi til dæmis næsta sumar með þá meiri fyrirvara hvort að þetta var eitthvað sem við myndum vilja skoða frekar og tengja meira. Það kemur fram í bókunni að því miður er fyrirliggjandi tillaga og seint fram komin og allt komið það og síðan líkurinn á því að það hefur verið gott að tengja þetta með samveru eldri borgara og unglinga og það hefur verið ávinningur í því. Fyrir okkur þá blasir við einhvern veginn að það var mikill vilji fyrir þessu en ástæðarnir fyrir því sem eru gefnar þetta er ekki hægt, það er einhvern veginn haldi ekki vatni. Ég kom með þessa tillögu hér á fundi með eldri borgurum fyrir síðustu kosningar, þá voru held ég allir fulltrúar meirihlutans mjög hrifnir af þessu tillögu og voru samanlagt að bara kýla á þetta en það því miður það er breytt núna þannig að ég ætla að óska eftir að við kjósum aftur þessa tillögu og skoðum hvort það sé ekki hægt að koma þessi í eitthvað ferli þó að verði ekki stórt eða mikið en þá sjáum við allavega hvort það er einhver þörf fyrir þetta og það sé þá rúm fyrir þetta verkefni jákvæða verkefni sem að myndu eflaust nýtast þessum eldri borgurum mjög vel og ekki síður krökkunum í vinnuskólanum sem að þurfa svo sannarlega að vera með fjölbreytt og krefjandi og skemmtileg verkefni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Já, bæjarfulltrúi Örvar Jónsson hefur óskað eftir orðinu og kemur í pontu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér undir sama máli, lið 2-3, varðandi garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja, en mér langar kannski fyrst að nefna það sem
bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson nefndi hérna sérstaklega áðan varðandi tækjakostinn að þá bara samkvæmt ef maður skoðar hérna lög og reglur snúa að vinnuskólum og annað að það eiginlega ekki, sveitarfélagi eiginlega ekki stætt á öðru en að eiga sjálft og reka allan þann tækjakost sem að ungmennin vinna með, ekki síst í tryggingarlegu tilliti, því að og það í raun bara að mínum mati mjög óábyrgt á sveitarfélagi að ætlast til þess að ungmenni sem starfa hjá sveitarfélaginu og á ábyrgð sveitarfélagsins að tæki í einkaeigu sem geta verið eins ólík og þau eru mörg, séu sett í þeirra hendur því að það bara hafa eflaust allir bæjarfulltrúar einhverja reynslu af slíkum tækjum og vita eflaust að þau geta verið misstindótt, sum fara í gang, sum kæfa á sér í tíma og ótíma og sláttuvélar og sláttuvar veru hættuleg tæki sem mikilvægt að einstaklingar sem hafa það verkefni með höndum að nota slík tæki hafi fengið kennslu og leiðbeiningar á þau tæki. Það getur bæði verið tíma- og mannaflsfrekt að yfirfara og kenna á nýtt tæki fyrir hverja lóð. Og velti líka bara fyrir mig hvort að það sé þá í rauninni krafa að út frá þessari tillögu að þeir einstaklingar sem óska eftir þessari þjónustu þurfi þá að fara bara í næstu byggingarverslun og kaupa sér nýja sláttuvél ef hún ekki til, bara svo að þeir geti nýtt sér þessa þjónustu. Þá nú sennilega auðveldara að kaupa bara verktaka þjónustu á fullu verði allt sumarið. Því að sá kostnaður er fljótur að koma. Einnig ber sveitarfélaginu samkvæmt lögum sem ég nefndi áðan að skaffa viðeigandi persónuhlífar fyrir hvern þann starfsmann vinnuskóla sem meðhöndlar slíkan búnað. Lágmarkslífar í þessu sambandi samkvæmt upplýsingum við vinnueftirlitsins eru öryggisskór, heyrnarhlífar og andlitslífar. Bara slíkir skór hlaupa á tugum þúsunda og það lætur þá ekki flakka á milli einstaklinga ef þú ætlar að fara almennilega eftir þessum reglum því að það á ábyrgð hvers einstaklings að passa að það sé í lagi með persónubúnaði. Þannig að þetta kostnaður sem þyrfti að fara í fyrir hvern einasta starfsmann sem ætti að fara með þessi verkefni og getur verið bara talsverður kostnaður ef viðkomandi starfsmenn ekki í öðrum störfum einnig í vinnuskólanum sem krefjast slíks búnaðar. Þetta þýðir aukið álag á stjórnendur í vinnuskólanum og mér hefur nú heyrst að það hafi nú ekki verið bara í gegnum tíðina neitt allt og auðvelt að fá þann mannskap sem þarf til að sinna þeim verkefnum sem nú þegar sinnt. Ég hef ekki reyndar fengið nýjustu upplýsingar en þetta allavega svona það hljóð sem hefur borist til mín undanfarið. En og tekur náttúrulega þá athygli frá öðrum verkefnum og það hefur hingað til ekki verið ráðið sérstaklega inn til þess að sjá þennan hluta í vinnuskólanum og auk þess sem að þeim samtölum sem að ég hef átt ekki verið mjög mörg en við nokkra einstaklingar sem að hafa starfað við þetta á síðustu árum hér hjá Mosfellsbæ að það hefur verið talsverð óánægja meðal þeirra sem hafa verið að sjá garðsláttinn á vegum vinnuskólans og mér skilst að það hafi nú bara heyrt til undantekning að það sé einhver samgangur yfir höfuð á milli lóðahafa og þeirra ungmenna sem að sinna garðslættinum. Þannig að þó að hugmyndin sé vissulega falleg og skemmtileg eins og þetta lagt upp í tillögunni þá held ég að raunin sé bara því miður önnur heldur en lagt upp með þar. Og að endingu þá minnst á í greinargerð með tillögunni að þetta fyrirkomulag sé við lýði í nokkrum sveitarfélögum sem að má vel vera að ég hef ekki náð að kynna mig hjá öllum sveitarfélögum á Íslandi en samkvæmt opinberum upplýsingum á vefsíðum nokkurra sveitarfélaga flest hér svona í næsta nágrenni okkar að þá virðast þau fæst bjóða upp á garðslátt með sambærilegu fyrirkomulagi og við gerum heldur nokkuð algengar að það sé þá frekar niðurgreidd þjónusta, aðkeypt þjónusta frá verktökum sem að einstaklingarnir leggja þá út fyrir og senda þá reikning til sveitarfélagsins og þar í rauninni að mínum mati að ræða mun lakari stuðning heldur en Mosfellsbær
að skaffa nú þegar með þeirri þjónustu sem að ef við höldum minna áfram í óbreyttri mynd. Þannig að já, þetta er svona helstu punktar sem ég vildi koma með varðandi þessa tillögu í byrjun. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Jana Katrín Knútsdóttir er óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli varðandi tillögu okkar D-lista varðandi garðslátt í heimahúsum fyrir eldri borgara. Mér langar bara að benda á að mér finnst svolítið að hengja okkur á þetta litla smáatriði í tillögunni varðandi tækjabúnað sem að væri þá í eigu þjónustu þegar. Við erum nú þegar að veita þessa þjónustu og fólk hefur möguleikann á að sækja hana 2 sinnum á sumri. Við erum eingöngu að leggja það til að sé hægt að sækja þessa þjónustu oftar heldur en 2 svar. Og ég sé ekki því eitthvað til fyrirstöðu að það sé sami hátturinn hafður á og það sé notar það tækjabúnaður sem eru í eigu vinnuskólans væntanlega, gerir ég ráð fyrir nú þegar. Þannig að það uppfyllir þær kröfur sem að bæjarfulltrúi Örvar var að vísa í núna áðan. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi Leifur Eysteinsson og óska eftir orðinu. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli. Ég hef starfað áður í vinnuskólanum og hef reynslu af þessu og að minni reynslu þá annast vinnuskólinn ekki þessar 2 eftirspurnir á ári sem að fólk getur beðið að fá að slá garðinn 2 svar og oftar en ekki náð að slá hvern og einasta garð 2 svar sem beðið þannig að ef það er ekki bætt í starfsfólki þá sé ég ekki að sé hægt að slá oftar en það og ég vil bæta við að slá garða er svona minnst eftirsótta starfi í vinnuskólum og það hefur í rauninni verið ekki nóg mikil jákvæðni með þetta verkefni innan bæði krakkana og starfsfólk vinnuskólans. Þannig að já, ég svona kem upp með mína reynslu af þessu máli og ég veit ekki hversu hvort það sé hægt að færa þetta eða útfæra þetta svona og þannig að ég vil bæta því við. Takk. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson er óska eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Rúnar. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir sama máli. Ég hef líka reynslu á því að vera í vinnuskólanum. Þetta var frábær reynsla. Þetta var minnsta vinna. Ég var starfsmaður, ég vann ekki þarna en ég var starfsmaður að mínum mati. Og við sjáum nú oft fólki okkar á hrífunni á hringtorkunum, við höfum oft talað um það. En í þessari tillögu er hér lagt til að fræðslu svið útfæri tillögum þessara þjónustu og hún verið auglýst sem fyrst til upplýsingar fyrir íbúa bæjarins. Bara það eitt og sér að við færum þessa tillögu kannski til fræðslusviðs til þess að aðeins að kanna og sjá hvað við getum gert í henni í staðinn fyrir að algjörlega að neita því að þetta væri tæknilega mögulegt. Þetta er gert í öðrum sveitarfélögum og bara með góðum árangri. Þetta er auðvitað ekkert í öllum sveitarfélögum. En það að fara að tala hér að sláttuvélar og öryggislífar og annað, auðvitað erum við með fólk sem að gera þetta í dag. Ég sjálfur, það var nú pikkað í mig þegar ég var alveg upp í, ekki í Mosfellsbæ, en ég var í Breiðholtinu og ég fór í garða hjá nágrönnunum til þess að reyta arfa. Ég þurfti nú ekki að slá grasið en þar var nú bara eitt sem að rétti mér pening yfir grindverkið til þess og spurði hvort ég væri til að taka arfan fyrir sig og ég bara gerði það því þar fikk ég pening en þetta er, og eins og við segjum þetta er auðvitað bara þetta er gleði efni að geta allavega reynt að taka þátt í þessu því að það vantar sannarlega verkefni í bæjarinn. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi. Forseti var bara að velta fyrir hvort hann að taka til máls, hann er hættur við það, bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir.
Ágæti forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að lengja þetta mjög mikið. Það sem ég vildi segja er að ég nauta aðeins þetta sem að Jana Katrín sagði að við varum að hengja okkur of mikið í tækjakostin, þetta litla atriði með tækjabúnaðinn, en á sama tíma sagði bæjarfulltrúi Ásgeir að það ætti ekki að bæta við tækjakosti sko, og það ætti að nota það sem fólk á. Mér fannst Örvar fara mjög vel yfir góðar og gildar ástæður fyrir því og bara samkvæmt landslögum ástæður sem að við verðum og reglur sem við þurfum að fylgja. Þannig að sko ég vil taka undir það að mér finnst mjög falleg hugmyndafræði á bakvið þetta verkefni og þegar ég heyrði þessa hugmynd frá eldri borgara á fundinum með eldri borgurinn í Hlégarði fyrir kosningar þá hljómaði þetta mjög vel og bara stökka það strax og hljótum að bara geta kýlt þetta í gang. En þegar við förum að skoða þetta nánar þá þetta einfaldlega aðeins flóknara í útfærslu. Við höfum greinilega fengið mjög mismunandi upplýsingar frá starfsmönnum því að okkar upplýsingar segja að þetta sé alls ekki bara hægt að kýla þetta í gang 1, 2 og 3 heldur krefist þetta tækjabúnaður, krefist þess að leigður sé bíll og ég veit ekki hvað. Þannig að og þar fyrir utan síðan að heyra beint af reynslu þeirra sem hafa unnið í þessum málum og að þetta sé ekki að raungera þá svona fallegu samfélagslegu hugsjón sem auknar samvistir unglinga og eldri borgara sko ættu að hafa í för með sér. Það þá einhverjum undantekningatilfellum frekar heldur en regla sem mjög miður. En að svo komnu máli þá held ég að ákvörðun okkar sé hárrétt. Þetta of seint framkomið. Fyrstu skoðun leiddi bara strax í ljós og vandkvanta og þar af leiðandi ekki hægt að verða við þessu allavega svo komnu máli. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi kemur upp undir sama mál aftur. Garðsláttur við eldri borgar og öryrkja í Mosfellsbæ. Það mjög gott að heyra það að frá Örvari og ég ætla ekki að rengja það sé alveg á kristaltæru að það ber að fara eftir þessum lögum eða ekki verið að nota tæki frá hendi sveitarfélagsins. En það gerir það að verkum að sú útfærsla sem við vorum að stinga upp á að fræðslusviðið myndi gera með þessa tillögu, hún þá að vera þannig að það þyrfti þá að vera með tæki frá sveitarfélaginu eins og gert í dag. Hvort að það þyrfti að fara að leigja heilan bíl, þó að þetta aukið úr 2 skiptum yfir í 3 eða 4 á 8 vikum. Ég hef bara ekki yfirsýnina til þess að meta það. Það hvort að það sé ekki samskipti milli eldri borgara og unga fólks sem að gera þetta ekki, það ætla ég ekki heldur að meta, ég hef ekki yfirsýni við það. Og þetta sé óvinnastalasta starfið í vinnuskólanum, mér alveg saman það. Þetta þá vinna og þetta þá verkefni sem þarf að leysa sem ég held að sé mjög gott að fyrir þá sem í vinnuskólanum að kljást við með að við ýmis önnur störf sem færið í gang. En þetta var tillaga sem við lögðum fram og mér finnst einhvern veginn að það hafi verið svona mjög lítill vilji þó að fólk auglýsi eftir samanlega þetta sé rosalega fallegt að það var nánast engin vilji þá til þess að skoða hvort það væri hægt að láta aðeins reyna á það, hver eftirspurnin og svo framvegis, en þannig það bara, ég meina, við lögum þetta fram og það búið að fella þetta, en það verður kosið sérstaklega með þetta aftur hér, en að því sögðu að þá aldrei að vita nema að við verkjum þetta bara aftur fram, og þannig að þó að þú mundir að fjölgum eina vél eða eitthvað svoleiðis, þá held ég að það sé eitthvað sem að við myndum öll ráða við, að ég gerir ráð fyrir því. Takk fyrir. Bæjarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, það ennþá opin umræða þennan lið, þannig eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Já, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson tekur til máls, öðru sinni, gjörðu svo vel bæjarfulltrúi.
Forseti, bæjarfulltrúar. Með leyfi forseta þá við vitna hér í auglýsingu á netinu frá öðru sveitarfélagi. Varðandi garðslátt fyrir eldri borgara. Það er leið. Forseti biðst afsökunar og biður bæjarfulltrúum að endurtaka spurninguna. Ég ætla að fá, ef ég með leyfi forseta að fá að vitna hér í auglýsingu sem hér á netinu frá öðru sveitarfélagi varðandi garðslátt til eldri borgara og öryrkja. Já, forseti veitir það leyfi. Afsakið. Hér inn á netinu bara við einfaldan leit kemur fyrst upp hjá okkur Suðurnesjabær. Þar eru auglýst fyrir sumarið 2023, garðsláttur fyrir eldri borgara og öryrkja sumarið 2023. Og þar stendur eins og fyrri ár með Suðurnesjabær bjóða eldri borgurum og öryrkjum með lögheimili sveitarfélögunum upp á slátt í heimagörðum. Hver og einn getur sótt garðslátt í alltaf 3 skipti eftir samkomulagi og stöðu mannafla hjá sveitarfélögunum. Síðan ef við höldum síðan áfram, þá hér líka búið til reglur garðslátt, til dæmis hjá Húnaþingi, þar sem eru reglur varðandi það hver fær sláttinn og hver ekki. Hvað kostar og annað. Hér til dæmis hjá Húnaþingi lítill garður alltaf 250 fermetrar, 7.500 krónur. Eingöngu samkvæmt 1. grein réttur til garðsláttar eru allir lífeyris- og örorkuþegar með lögheimili í Húnaþingi vestra sem hafa fasta búsetu og geta ekki hirt lóðir sína hjálparlaust. Bæjarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Eru þá fleiri sem óska eftir að ræða þennan lið? Já. Það er ásókn. Það er bæjarfulltrúi Örvar Jóhannsson sem óska eftir að taka til máls öðru sinni. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það er eins og ég sagði áðan, þá voru alveg sveitarfélög sem við fundum sem að bjóða upp á einhverja slíka þjónustu. En mörg af sveitarfélögum sem eru smærri en Mosfellsbær og jafnvel umtalsvert smærri, þau sjá mikið til garðslátt innan sveitarfélagsins almennt á opnum svæðum og allt, sem að eru með starfsmenn sérstaklega ráðna í garðslátt hjá sveitarfélögunum bara allt sumarið, ekki vinnuskóla heldur eru með einstaklinga sem eru orðnir 18 ára konum við bílpróf og vinnuvélaréttindi og annað sem þarf á stærri vélar oft á tíðum, þó þeir séu vissulega með minni vélar líka, en það er mikill munur á því hvort að við erum að gera mögulega út örfáar sláttuvélar eingöngu fyrir þetta, því sem ég skilst þá er Mosfellsbær að öðru leyti með nánast allan garðslátt, nánast allan eða jafnvel alveg allan garðslátt útvistaðan. Það er þessi öll opin svæði og annað. Þannig að það er virkilega kostnaðarsamt að reka þennan vélakost. Við viljum að sjálfsögðu gera vel við eldri borgara og öryrkja, en hvort að þetta er akkurat rétta leiðin eða hvort að ætti jafnvel að óska eftir einhverju greinargerð frá fræðslusviði hvernig þessi þjónusta hefur verið nýtt, hver mannafla og tækjaþörfin er miðað við óbreytt ástand og mögulega og þá versus mögulega aukningu og meta þá jafnvel líka kostið þess og galla að færa jafnvel yfir í einhvers konar niðurgreiðslusystem eins og virðist vera allavega eftir því sem ég hef séð mun algengara hjá sveitarfélögum sem eru nær Mosfellsbæ í stærð, í íbúafjölda. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óskar eftir að taka til máls? Já, bæjarfulltrúi Helga Jóhannesdóttir óskar eftir að taka til máls undir lið 2-3. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er gríðarlega áhugavert mál á mörgu leyti, að mínu mati. Tillagan var að til Íslands var garðslátt fyrir eldri borgara og öryrkja. Eitt er að slá grasið hjá eldri borgurum og öryrkjum, en annað er líka að vera með starf og kenna ungu fólki að vinna. Og það þarf að huga að þessu, fólk þarf líka að kunna að vinna og umgangast eldri borgarar. Og það var líka markmiðið að auka og við megum ekki gleyma því. Þannig að ég vona að þetta mál er tekið til frekari skoðunar innan sveitarfélagsins, að því það kemur fram eins og Örvar var að vitna hér í vinnueftirlit. Ég ætla að leyfi forseta að fá að lesa hérna aðeins upp
af vefsíðu Vinnueftirlitsins. Ungmenni þurfa einnig sjálf að öðlast þekkingu á áhættu þáttum í vinnuumhverfi sem geta ógnað öryggi þeirra á heilsu. Og það bara talað að ungt fólk þarf að vinna og það þarf að kynnast tækjum og tólum og hafa samskipti við aðra aðila eins og eldri borgara. Þannig að við getum horft á tæki og tól en það líka mikilvægt að huga að starfsemi vinnuskólans í heild sinni og hvað tilgang og markmið hans. Takk fyrir. Bæjarfulltrúar hafa lokið máli sínu. Forseti gerir örstutt fundarhlé. Langar bara úr því að Fundarhlé. Það smá tæknilegir örðuleikar en það mun verða gert fundarhlé innan örfár á sekúndna.
Við höldum áfram fundunum. Forseti hefur borist málsmeðferðartillaga sem samkvæmt reglum verða greidd atkvæði umræðulaust. Málsmeðferðartillagan hljóðar svo: lagt til að tillaga D-lista verði, þetta er ánáttúrulega við mál 2.3, lagt til að tillaga D-lista garðsláttur eldri borgara og öryrkja verði send til umsagnar og mats fræðslusviðs. Og þeir sem greiða atkvæði með þessari málsmeðferðartillögu vísalast gefið merki. Og það eru 7 hendur á lofti. Þeir sem eru á móti, það er enginn á móti, 4 fulltrúar sjálfstæðismanna sitja hjá. Þá er lokið þess umfjöllun þennan lið og enn er opin mælendaskrá önnur mál á dagskrá 1582 fundar bæjarráðs. Og bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir og óska eftir orðinu, gjörðu svo vel bæjarfulltrúi. Virðulegur forseti, kemur til leið 2.5. Það var sem sagt, hvað heitir þetta? Rekstur deilda í janúar til mars. Á þessum fundi var farið yfir rekstur deilda fyrstu 3 mánuðum ársins og þar kom fram að rekstur deildana er í jafnvægi. En það allt ekki saman það með vöxtum og öllu því dótari að þá er halli á rekstrinum. Ég hef áhyggjur af þessum þáttum, fjárhagsstöðu bæjarins og svo ytri þáttum sem við getum ekki stjórna. Og ég vil því spyrja meirihlutann, það hefur rætt að sýna aðhald, bæði hér innan dyra og bara á stærra sviði. Hvernig með þeirri vinnu og hvernig verður hún kynnt fyrir okkur. Og nú komum 7. júní og árið líður hratt. Þannig ef okkur á að taka streika bænina ramma fjárhagsáætlun, þá þarf að gera eitthvað svona fyrir en seinna. Takk. Bæjarfulltrúi Dagný hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir óskar eftir orðinu. Ágæti forseti. Já, ég kem upp undir sama máli og tek undir orð Dagnýjar það að það er gott að reksturinn sjálfur virðist vera í ágætis jafnvægi. Það er að segja að bæði eru tekjur hærri heldur en við gerðum ráð fyrir og kostnaður lægri heldur en við gerðum ráð fyrir. Hins vegar er staðan sú að fjármagnskostnaðurinn sem var 563 milljónir eða 246 milljónum hærri heldur en gert var ráð í fjárhagsáætlun sem skýrist af hærra vaxtastigi og meiri verðbólgu heldur en við gerðum ráð fyrir í fjárhagsáætlun kallar svo sannarlega á einhverjar aðgerðir af okkar hálfu. Við ræddum það við yfirferð ársreikninga að í þetta stemdi og við þyrftum að taka upp fjárfestingaáætlun til endurskoðunar því að það er þar sem við getum brugðist eitthvað við. Það hefur þegar verið brugðist við á þann háttin að lántaka það sem afir ári hefur verið lægri heldur en við gerðum var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun. En núna þó það sé ekki búið að ákveða nákvæmlega sem sagt einhverja dagsetningu hvenær verður farið í slíkan vinnufund þá þurfum við að gera það. Við erum í meiri hlutanum ekkert farin í einhverja aðra vinnu með bæjarstjóra heldur en bara aðrir bæjarfulltrúar eru meðvitaður en bæjarstjóri og starfsmenn bæjarins eru sjálfsögðu meðvituð þessa stöðu og eru að spara nú þegar. Þannig en það eru þessi stærri mál sem við þurfum að taka upp og hvort það kallar á það að við hreinlega þurfum að gera viðauka við fjárhagsáætlun til þess að lagfæra fjárhagsáætlun út frá þá niðurskurði í verkefnum sem er þetta sem við höfum. Það er svona, þetta getur verið margar hverjar erfiðar ákvarðanir sem við þurfum að taka, við þurfum bara, það þarf að koma í ljós. Hins vegar er það líka þannig að þegar fjárhagsáætlun er gerð þá erum við skuldbundin til þess að fylgja þessari verðbólguspá Þjóðhagsstofnunar sem var ekki nema 5,6%. Auðvitað stóðu væntingar til þess að verðbólgan væri búin að fara lengra niður
En við vissum það sjálf og við töluðum það hérna, þegar við vorum að vinna fjárhagsáætlun, að þetta væri sko mjög hætt við að svona færi. Þannig að auðvitað er það mjög svekkjandi að hversu sko mikið verðbólgan þráast við að vera þarna í þessum 10% og ég var nú bara að lesa það seinast í dag, hversu gríðarlega mikið hærri við erum í stýrivöxtum heldur en bara aðrar Evrópuþjóðir og þær Evrópuþjóðir sem eru með hærri stýrivexti heldur en við erum ekki þær Evrópuþjóðir sem við erum að bera okkur saman við svona dagstælega og maður þarf að nefna Hvíta-Rússland sem dæmi. Þannig að þetta er áskorun, við þurfum að taka hana alvarlega, við höfum sagt að við viljum gera það. Núna þegar þessi risastóru mál sem að við vorum bara alveg á kafi í fram að bara síðasta bæjarstjórnarfundi, það er að segja skipulagsbreytingar og Skálatúnsmálið, þá er núna andrými til þess. Ég sá að velferðarnefnd er að byrjuð á undirbúningi fyrir fjárhagsáætlun og það á að fara að hefjast handa við það í öllum nefndum, þannig að þetta er eitt af því sem að ég bara hvet alla bæjarfulltrúa sem sita í nefndum á vegum bæjarins að hafa í huga líka við fjárhagsáætlun næsta árs, auk þessum að við þurfum að taka upp fjárhagsáætlun þessa árs. Takk fyrir. Fjárfestingaáætlun þessa árs, afsakið. Bæjarfulltrúar lokið máli sínu, bæjarstjóri Regína Ársdóttir óskaði eftir orðinu, gjörðu svo vel bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar eins og bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir kom að, þá erum við að vinna með fjármálasviðinu að því að greina stöðuna. Við erum að skoða meðal annars, við fengum auðvitað tilboð hér í lóðir sem að voru hærri, við sáum hærri tölur heldur en að við höfum búist við, síðan erum við að meta gögn sem liggja þar til grundvallar, þannig að ég á vona því að við getum verið með einhverja tölur þar að lútandi, jafnvel á næsta eða þarnæsta bæjarráðsfundi, samhliða þá tillögum hvar við ef við fáum ekki nægilegt verð fyrir lóðirnar þá þurfum við auðvitað að koma með tillögur ákveðnar aðgerðir að hægja ákveðnum framkvæmdum, en ég á vona því að geta boðið til bæði vinnufundar og svo tillögu inn í bæjarráði í samvinnu við ykkur bæjarfulltrúar bara á næstu 1-2 vikunum. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Eru fleiri sem óska að taka til máls undir þessum lið? Já, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem undir sama máli, rekstur fylgda. Mér langaði kannski bara að fá að því að bæjarfulltrúi Lovísa að tala hér að tekjurnar verði meiri. Ég reyndi að sitja ekki í bæjarráði, þannig að ég gat ekki fengið kynningu á þessu frá fjármálastjóra. En hér samkvæmt raun 2023 í janúar mars virðist vera sem að útsvar og tekjuskattur sé lægri heldur en áætlað var, ekki hærri. Þannig að og síðan er niðurstaða, rekstrarniðurstaða er neikvæð, meira neikvæð en ég kannski ef að Lovísa myndi útskýra það fyrir mér, hvar erum við með hærri tekjur samkvæmt þessu? Bæjarfulltrúin lokið máli sínu og bæjarfulltrúin óskaði liðsinnis bæjarfulltrúa Lovísu Jónsdóttur. Ég bara að opna því það lokaðist. Ef má bjóða bæjarfulltrúanum að bregðast við, er það ekki að koma að halda ræði númer 2 heldur að bregðast við? Já, ég með tölvukerfin aðeins hlótti mér hérna út, þannig að ég skal með glöðugeði bregðast við þessu þegar ég er búin að opna hérna, þegar við bara skulum ekki vera að taka fundarhlé fyrir þetta. Við vorum í 2.5 ekki satt. Með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa hérna upp að sjá hvort að ég hafi farið hérna fram á mig. Rekstrartekjur tímabilsins afsakið voru í samræmi við fjárhagsáætlun.
eins og stendur í greinargerð fjármálastjóra að þá voru rekstrartekjur í samræmi, þannig að ég bara þakka fyrir ábendinguna að það sem ég hljóp á mig með það að því að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er jákvæð. Þannig að rekstrarniðurstaðan er einnig í samræmi við fjárhagsáætlun en launakostnaðurinn er í samræmi við fjárhagsáætlun en annar rekstrarkostnaður er lítillega lægri en áætlað var. Þetta kemur þarna fram í greinargerðinni, þannig að vissulega er rekstrarniðurstaðan lakari heldur en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir og hún skýrist af hærri vaxtakostnaði og meiri verðbólgu. Þannig að slakari rekstrarafkoma á sér ekki stoð í sjálfum rekstri bæjarfélagsins heldur í utanaðkomandi aðstæðum sem við ráðum því miður ekki við. Takk. Bæjarfulltrúar lokið máli sínu og fleiri sem óska eftir að taka til máls lið 2.5. Já, bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson hefur óskað eftir orðinu. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Það vil það fórseti bæjarfulltrúi bara rétt aðeins varðandi þetta mál 2.5 sem ber heitið rekstur deilda janúar til mars 2023. Þá er nú kannski hægt að nefna það að varðandi framhaldi að við vitum náttúrulega ekki ennþá hvort að tekjur umfram áætlanir af lóðum í 15 áfanga verða meiri en gert ráð fyrir vegna þess að þá ekki, ef ég veit rétt, ekki búið að fara yfir hæfi þeirra sem að buðu í, þannig að vonandi verður það nú niðurstaða. En mér langaði bara svona rétt að nefna að það hefur kannski áhrif á betri afkomu á þessum fyrstu mánuðum ársins á rekstur bæjarins. Það voru einskiptistekjur sem að komu vegna aukinna tekna frá jöfnunarsjóði og einskiptistekna sem að komu út á leiðréttingu vegna fjármagns sem að kom vegna skólamála á fyrri árum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúar lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið rekstur deilda janúar til mars árið 2023. Bæjarstjóri Regína Ágústsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, alveg sammála bæjarfulltrúa Ásgeiri Sveinssyni að rekstrarniðurstaðan er meðal annars jákvæð, enda er rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði jákvæð 183 milljónir. Þannig að það er svona samsvarandi þessum auka greiðslu sem við fengum, en svo bendi ég líka á að útgjöld hafa aukist í málaflokki fatlaðs fólks. Við fengum þarna 187 milljónir af þessu 5 milljörðum. Þar að fór stór hluti í Skálatún vegna rekstursins þar, auk annara útgjalda og það er líka mikilvægt að við getum sýnt fram á að þessar milljónir fari í þann málaflokk. Þetta var ekki auka greiðsla til sveitarfélagin til þess að setja í hvaða málaflokka sem heldur beint inn í aukna þjónustuþörf í málaflokki fatlaðs fólks. Takk. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Orðið er enn laust fyrir áhugasama. Bæjarfulltrúi Sævar Birgisson, gjörðu svo vel. Það er undir lið 2.5. Forseti, bæjarfulltrúar, þessu sem ég mjög miklu að bæta, en bara svona aðeins að koma inn á það að ég heldur við getum alveg verið sátt við þessa stöðu í rekstrinum sem er alveg á pari og við erum öll meðvitað aðstöðu í þjóðfélaginu sem að vaxtastigið með hátt og náttúrulega við erum að miða við ákveðna prósentu þegar við erum að gera þessa fjárfestingu, fjárfestingaáætlun og fjárhagsáætlun fram í tímann eins og við gerum með síðasta haust mánuð og sem er náttúrulega töluvert undir því sem að hefur svo raungerst
þar sem við erum náttúrulega að horfa í 10% verðbólgu og verðist ekkert lát vera á því á næstu mánuðum og jafnvel árum. Þannig náttúrulega við þurfum bara að passa í okkar vinnu að eins og hefur komið hérna fram og ég hef nú nefnt áður að við þurfum að sýna ákveðið fordæmi og það sem við erum við förum náttúrulega í ákveðnar aðhalsaðgerðir, bara spurning á hvað sviðum, við viljum helst ekki vera skera niður mikið fjárfestingum í sístækkandi sveitarfélagi, af því að það er bara upp á vissu marki sem hægt að gera það, en vissulega þurfum við að hafa þetta alltaf á bakveira. Þetta er bara staðan og verður staðan hér næstu mánuði, þannig að við sýnum það í verki að við eins og aðrir, bara ríkið, opinbera og önnur sveitarfélög verða bara að sýna fordæmi og passa upp á þessi mál nú sem aldrei fyrr. Bæjarfulltrúar lokið máli sínu, eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 2.5 í fundargerð bæjarráðs frá 1. júní. Svo ekki á telst þessi liður útræddur. Eru fleiri mál sem bæjarfulltrúar óska eftir að taka upp undir þessari fundargerð? Svo ekki og þá biður forseti bæjarfulltrúum að vera tilbúna til atkvæðagreiðslu. Þeir sem staðfesta fundargerð 1582. fundar bæjarráðs vinsamlega skefið merki. Má ég biðja að vera kosið sérstaklega við 2-3? Það er búið að afgreiða með málsmeðferðartillögu að senda þetta inn. Og þá er ekkert að kjósa sérstaklega það? Nei, mér finnst það dálítið hæpið Nei, þá er að kjósa alla liði nema þennan lið. Og það var búið ákveða, við erum búin að ákveða við erum búin að ákveða að það var samþykkt tillaga þessa tillögu og hún er send í skoðunin í fræðslusvið, þannig að þá er í raun og veru búið að fullnaðar afgreiða hana. Þannig við erum þá að greiða það í raun og veru atkvæði allt annað í þessari fundargerð, vegna þess að það er búið að vísa þessu. Já, en þá ekki þessa tillögu. Fyrirgeðu. En þá ekki þennan lið? Nei, ég er að segja, við erum búin að afgreiða með málsmeðferðartillögu. Þannig að það eru aðri liðir dagskrárinnar, fyrirgefiði fundargerðarinnar sem eru undir og þá reynum við atkvæðagreiðslu aftur og sjá hvort það eru fleiri sem samþykkja, þeir sem að staðfesta og það eru 11 hendur á lofti. Takk fyrir það. Þá erum við komin að fundargerð velferðarnefndar Mosfellsbæjar. Og það er 8. fundur þeirrar ágætu nefndar. Sá fundur var haldinn þann 23. maí og á dagskrá nefndarna voru 6 mál en það var frestað 2, þannig að það voru 4 mál afgreidd og orðið er laust og bæjarfulltrúi Halla Karen Kristjánsdóttir hefur óskað eftir orðinu. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, ég kom upp fyrir máli 3.4, uppbyggingaráætlun í málaflokki fatlaðs fólks og ég er í raun og veru bara að koma hérna upp og lýsa ánægju minni að komið sér fram drög að uppbyggingaráætlun í málefnum fatlaðs fólks hér í Mosfellsbæ. Frá því að sveitarfélagið tók við þessum málaflokki sem var 2011 þá hefur ekki neinn búsettukjarni verið byggður. Þó hefur verið og það er áætlað að nú bráðlega verði einn búsettukjarni byggður í Helgafellshverfi. Þetta er sem sagt í fyrsta sinn sem Mosfellsbær gerir svona uppbyggingar áætlun til lengri tíma, eða bara til framtíðar, sem er frá 2024 til 2029. Þetta eru drög, verða nú rædd á breiðum vettvangi og munu vera rædd þvert á svið og við aðra í sveitarfélaginu sem koma að málefnum fatlaðs fólks. Eftir þá rýni, og ég veit hún er byrjuð, að þá verður lögð fram heildstæð og tímasett uppbyggingaráætlun. En eins og margir vita kannski að þá er í þessum drögum að það er gert ráð fyrir 4 íbúakjörnum fyrir 23 einstaklinga og byggt á alls konar með biðlistum og annað sem er hjá okkur og einnig er gert ráð fyrir að kaupa húsnæði fyrir skammtímadvöl. Og
það er kannski ágætt að upplýsa það að það er mikil iðlist, mikil ásókn í að fá skammtímadvöl í þessum málaflokki og við höfum getað sótt það í Hnotubergi í Hafnarfirði og Móaflöt í Garðabæ og það er fullyrt að það væri mjög gott að vera með svona skammtímadvöl hér í Mosfellsbæ því að ef við myndum ekki nýta öll plássin þá væri mjög auðvelt að selja þau til annarra, því að þetta er líka, þú veist, bara fyrir annarra hérna á höfuðborgarsvæðinu. Síðan í þessum drögum er líka verið að tala að koma upp hæfingamiðstöð, hæfingastöð, því að það er mikil þörf á atvinnutengdum úrræðum fyrir þá fötluðu íbúa sem ekki geta nýtt sér almenn atvinnutilboð. Og þar er líka áhyggjuefni að á höfuðborgarsvæðinu nú þegar er bara nánast fullt allstaðar. Þannig að þar væri líka auðvelt að bjóða öðrum ef við ættum auka pláss. Þannig ég vildi bara vekja athygli á þessu og kannski aðeins að segja frá því að þess má geta að velferðarnefnd er búin að taka fyrstu skrefin í undirbúning fyrir fjárhagsáætlun 2024. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Bæjarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Eru fleiri smáskettir að taka til máls undir lið 3.4 í fundargerð velferðarnefndar. Svo er ekki og telst sá liður fullræddur, en það eru fleiri mál á dagskrá velferðarnefndar og orðið er laust þau. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli 3.2, stjórnsýslu og rekstrarúttekt. Hér kynnir bæjarstjórinn niðurstöður stjórnsýslu og rekstrarúttektar fyrir velferðarnefnd. Það sem ég langaði að spyrja bæjarstjóra er áætlað að kynna þetta og hafa þessa kynningu fyrir fleiri nefndir í stjórnsýslunni. Bæjarfulltrúinn lokið máli sínu og varpaði spurningu til bæjarstjóra. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hjó einmitt eftir þessu orðalagi vegna þess að þetta var ekki þetta var svona bara helstu þetta var munnleg kynning á helstu niðurstöðum, þannig að bara svo það sé sagt. En þetta er bara mjög góð ábending að það væri gott að fara í alla nefndirnar og kynna helstu niðurstöður og þá með glærukynningu vegna þess að þetta er búið að fara sína réttu málsmeðferð í gegnum kerfið. Bara takk fyrir þessa góðu ábendingu. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir lið 3.2. Svo er ekki og telst sá liður útræddur, en undir öðrum málum á dagskrá velferðarnefndar, já, bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli sem er ekki á dagskrá. Nú. Það eru lykiltölur. Ég er bara óska eftir að fá lykiltölur oftar. Það er eina sem ég segi. Þarna kom bæjarfulltrúinn aftan að forseta. Lykiltölur eftir því sem forseti best veit eru teknar með mjög reglubundnum hætti á dagskrá velferðarnefndar, en reyndar ekki á hverjum einasta fundi. Ég held að sé miðað við það að sé á 3 mánaða fresti. Það minnir forseta að það séu 4 sinnum á ári og flestum hefur nú fundist það gott, í það gott að hafa eitthvað tíma undir, en það er sjálfsagt að koma því á framfæri óskum bæjarfulltrúans örari útgáfu lykiltalna og sjáum til hvað svör fást við því og rök þá á móti ef ekki verður orðið við því. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundagerð? Svo er ekki og bæjarfulltrúi beðinn að gera sig tilbúna í atkvæðagreiðslu þeir sem staðfesta fundagerð velferðarnefndar frá 23. maí síðastliðnum vinsælast gefið merki og það eru 11 hendur á lofti. Þá erum við komin að fundagerð skipulagsnefndar og það er fundagerð 591. fundar þeirrar ágætu nefndar. Sá fundur var haldinn 2. júní og á dagskrá voru
Á dagskrá voru 8 mál sýnis forseta og orðið er laust fundargerð skipulagsnefndar. Það kveður enginn sér hljóðs og bæjarfulltrúar bænum að vera tilbúin að taka þátt í atkvæðagreiðslu til þess að staðfesta framlagða fundargerð skipulagsnefndar frá 2. júní vinsamlegast gefa merki og það eru 11 hendur á lofti. Þá erum við komin að síðustu fundargerð til staðfestingar og það er fundargerð. Það hefur komið fram ósk fundarhlé og það er svo ósk er orðið. Fundur er hafinn að nýju. Við erum komin að fundargerð ungmennaráðs Mosfellsbæjar. Það er 65. fundur ungmennaráðs og sá fundur var haldinn 23. maí. Það var einungis 1 mál á dagskrá þess fundar. Ungmennaráð undirbýr nú fund með bæjaráði eins og venja er og skylt er að gera að ungmennaráð fundi með bæjarstjórn. Ég ætlaði að segja bæjarstjórn. Og vonandi fer að líða að því að sá fundur verði haldinn en orðið er laust ef einhverju bæjarfulltrúar óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Þá ber forseti þessa fundargerð undir atkvæði. Þeir sem staðfesta fundargerð ungmennaráðs 65. fundar vinsamlegast gefa merki og það eru 11 hendur á lofti. Og þá erum við komin að einu almennu erindi. Það hefur komið fram ósk fundarhlé og forseti verður við því.
Og sæll, bless. Fundur er hafinn að nýju. Eru einhverjir sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð ungmennaráðs? Svo er ekki, þannig að við göngum til atkvæðagreiðsla. Við erum búin að því, já. Þeir hafa fundarlega slæðið forsetann algjörlega út af læginu, en ég held að öllum hefur verið augljóst að hér var tekin fyrir fundargerð ungmennaráðs, þetta ekki að fara fram hjá nokkrum manni. En þá erum við komin að almennu erindi, við tókum á dagskrá í upphafi fundarins, ósk frá vinum Mosfellsbæjar kosningi nefndir og ráð, og forseti er hér með í fórum sínum. Þarf að finna hérna er þetta tillögurnar, og þessar breytingar sem vinir Mosfellsbæjar óska eftir að gera á varaáheyrnarfulltrúum, þær hljóða svona. Það er í umhverfisnefnd að varaáheyrnarfulltrúi verði Haukur Örn Harðarson í stað Lárusar Arnar Sölvasonar. Í atvinnu- og nýsköpunarnefnd að áheyrnarfulltrúi verði Guðmundur Hreinsson varaáheyrnarfulltrúi verði Guðmundur Hreinsson í stað Kristjáns Erlings Jónssonar, og að síðustu í íþrótta- og tómstundanefnd að varaáheyrnarfulltrúi verði Dagný Kristinsdóttir í stað Lárusar Arnar Sölvasonar. Þetta sýnist forseta rétt með farið. Það hafa ekki borist aðra tillögur og teljast þessir aðilar rétt kjörnir varaáheyrnarfulltrúar í þeim nefndum sem nefndar voru. Þannig að við höfum lokið þessar afgreiðslu, er verið óskað til fundarhléi. Við erum að tala höldum áfram með dagskrá fundarins, og við erum komin að fundargerðum til kynningar, og fyrsta fundargerðin sem liggur fyrir okkur hér er fundargerð notendaraðs fatlaðs fólks. Það er 18. fundur notendaraðsins sem var haldinn 31. maí. 3 mál á dagskrá og orðið er laust, og bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Takk fyrir forseti. Ég kem upp undir máli 7.1, rýnihópar Gallup vegna þjónustu við aldraða, fatlaða og á sviði skipulagsmála. Hér kemur fram með leyfi forseta að ráðið hafi farið yfir helstu niðurstöður þessar könnunar, og ég vil lesa hérna upp það sem að kemur fram í niðurstöðu fundarins. Þótti ráðsmönnum áhugavert að heyra niðurstöðu könnunarinnar og telur könnunina gefa góða mynd af því hvar álagspunktar eru varðandi þjónustu þætti. Rætt var hvernig hægt sé að vinna með þá þætti í stjórnsýslunni. Ráðsmönnum þótti einnig gagnlegt að lesa yfir það sem fólk er ánægt með. Ég vildi vekja sérstaklega athygli á þessu að nú hefur þessi könnun farið fyrir notendaráðið, sem eru jú fulltrúar fatlara sem búa hérna í bæjarfélaginu, og það kemur svo sem ekki á óvart, en það er þó gott. Það segir okkur það að könnunin hafi náð að greina þá álagspunkta eða hvar brotalamirnar eru, og ég veit að það er byrjað að vinna með þetta inn í velferðarnefnd. Það hefur komið hér fram áður á fundum, en ég vil engu síður árétta það að unnið sé áfram með þetta gagn inn í málaflokkin. Undir sama erindi undir sama lið var borið erindi frá íbúa sem að ráðsmanni hafi verið sent varðandi áhyggjur hans af því að fatlað fólk þurfi að sækja allt íþróttastarf út fyrir sveitarfélagið. Og þetta er bara mikið rétt. Hér er ekki mikið íþróttastarf ef nokkuð fyrir fatlaða sérstaklega, og ég held að það sé á nokkur svafa hægt að gera bragarbót á því, og ég vona að þessi ábending fari líka inn í þessa vinnu
sem að fer þá fram á velferðarsviði þó að það komið þarna líka fram að ráðið ætla að óska eftir samtali við íþrótt- og tómstundanefnd því að við höfum alls konar kosti hérna í sveitafélaginu og það verður bara mjög ánægilegt og ánægilegt ef að það verður hægt að koma þeim fundi á og fróðlegt að vita hvað kemur út úr. En engu að síður þá vildi ég árétta þetta tvennt og treysti velferðarsviði fyrir að taka þessi mál áfram. Takk fyrir. Já. Það hefur fulltrúinn lokið máli sínu fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð notendaraðs fatlaðs fólks. Svo ekki á fundargerðin lögð fram. Þá næst komið á afgreiðslu fundi byggingafulltrúa, það 499. fundur byggingafulltrúa, haldinn 1. júní, 3 mál á dagskrá og orðið er laust fundargerðina. Já. Engin kveður svo hljós og fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að fundargerð stjórnar Sorpu, það 480. fundur. Hann var haldinn 9. maí, á dagskrá voru 5 mál og orðið er laust fundargerð stjórnar Sorpu. Engin kveður svo hljós og fundargerðin lögð fram. Þá erum við komin að 10. máli, það fundargerð Sambands íslenskra sveitafélaga, stjórnarsambands íslenskra sveitafélaga, það 927. fundur, sá fundur var haldinn þann 17. maí, á dagskrá var 1 mál og er orðið laust fundargerðina. Engin kveður svo hljós og fundargerðin lögð fram. 11. mál á dagskrá okkar fundargerð 558. fundar stjórnar SSH. Sá fundur var haldinn 22. maí og á dagskrá þess funda voru 5 mál og er orðið laust fundargerðina. Engin kveður svo hljós og fundargerðin lögð fram. 12. mál á dagskrá fundargerð stjórnar Strætó BS. Það var 370. fundur þeirra stjórnar. Fundurinn var haldinn 19. maí og á dagskrá þess funda voru 7 mál og orðið er laust fundargerðina. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson óskar eftir orðinu. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Forseti bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir máli 1 í fundargerðinni. Kjarasamningur Strætó og Samiðnar. Þar kynnti framkvæmdastjóri og lagði fram til samþykktar stjórnar kjarasamning Strætó og Samiðnar sem undirritað var og samþykktur af félagsmönnum 11. maí. Þessi meðalhækkun grunnlauna 8,75% með hagvextar auka til ársins 2022. En samningurinn gildir til 1 árs. Mér langaði að spyrja fulltrúa okkar í Strætófyrirgefði hvort að það var rætt kostnað Strætó við þennan samning. Bæjarfulltrúi Rúnar varpar spurningu til fulltrúa Mosfellsbæjar í stjórn Strætó. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir kemur í pontu. Takk fyrir forseti. Já, það var vissulega rætt kostnað en ég bara man hann ekki og ég ekki með glósurnar mínar hér og nú. En við getum bara ef að þú sendir mér erindi þá get ég svarað því. Því miður get ég ekki svarað því hérna í pontu akkurat núna. En þetta samt allt innan fjárhagsáætlunar. Ég get sagt það. Að þetta ekki eitthvað svona sem að ég man það. Þeir sjá að þetta náttúrulega líka skammtímasamningur bara eins og aðrir kjarasamningar sem hafa verið gerðir. Þannig að og þetta ekki margir starfsmenn en ég bara, ég bara man ekki tölu fyrir þetta. Bæjarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundargerð? Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Guðlaugsson, gjörðu svo vel. Það undir sama lið fundargerðina, nei. Takk fyrir það. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langaði að spyrja aftur, ég má náttúrulega bara að spyrja 2 held ég ætla ekki að spyrja mörgum liðum, en það liður númer 3, endurskoðun gjaldskrár.
Hér sem sagt, samkvæmt gjaldskrá stefnu strætó stefnt að endurskoðun gjaldskrá 2 ári og hér verið að leggja til hækkun gjaldskrá sem nemur 3,6% á stökum fargjöldum og 3,3% af tímabilskortum. Stjórn samþykkti tillögu hækkun gjaldskrár frá 1.7.2023. Mér langaði bara að spyrja okkar fulltrúa hvernig umræðarnar voru varðandi þetta mál. Þarna verið að hækka á íbúa hér í sveitarfélögunum og auðvitað að því að í næsta lið númer 4 þar verið að tala aukningu á farþegum, þannig að ég velti bara fyrir mér hvort að þetta hefði verið nauðsynlegt eður ei, en auðvitað alltaf að hækka en það hefði verið gaman að sleppa því. Bæjarfulltrúi Rúnar hefur lokið máli sínu. Forseti vill benda bæjarfulltrúa á að það gilda sömu reglur þessa fundargerð og aðrar að bæjarfulltrúin getur komið 2 sinnum undir hverju máli á dagskrá nefndarinnar. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir ágæti forseti. Ég veit nú ekki hversu eðlilegt að fara mikið inn í umræður á fundi sem lokaður fundur. En niðurstaðan ber það þó með sér að tillagan samþykkt. Það sem ég get hins vegar svona almennt sagt og get talað frá mér allavega það að það var samþykkt að vera með gjaldskrárstefnu sem fylgir þessari svokölluðu strætóvísitölu sem þið sjáu þarna lægri heldur en hinn almenna vísitala neysluverðs. Ástæðan fyrir því að það var ákveðið að vera bara með fasta hækkun 2 ári, þar að segja á 6 mánaða fresti sem þýðir þá 1. okt og 1. júlí, til þess að það þurfi ekki að koma stórt stökk þegar að kannski í óöfni komið. Það var til dæmis, voru gjaldskrárhækkanir settar á ís á COVID-tímum sem að gerir síðan aðkallandi að hækka gjaldskrána meira heldur en strætóvísitala segir þegar það kemur að hækkun, þannig að það tekur meira í pinguna hjá fólki. Og vissulega náttúrulega allt að taka í núna, en það það líka hjá strætó. Strætóflotinn að stærstu leyti til keyrður á jarðefnaeldsneyti en sem komið og þannig að allar þær hækkanir og aðföng og það kemur nú fram þarna undir öðrum lið að bílafloti í eigu strætó nú ekki eins og við myndum helst vilja hafa hann og erum komið með guðfræðinema þarna eins og ég segi stundum, það orðin svo gamli vagnarnir að þeir getur verið komnir í háskólanám en sem betur fer þá það ekki nema lítill hlut, en það þýðir þá það að við erum með viðhaldskostnað sem að hefur hækkað í samræmi við eða jafnvel umfram vísitölu neysluverðs. Auðvitað væri gott að þurfa ekki að hækka gjaldskrána nýtt í ídeal heimi og þegar að kannski verðbólgumarkmiðum Seðlabankans náð verður hægt að hafa meiri stöðuleika í verðlaginu. Hins vegar það líka svo að samkvæmt samkomulagi þeirra sveitarfélaga sem standa að rekstri þessa félags, þá gerð ákveðin krafa á fyrirtækið að miðasala standi undir ákveðinu hlutfalli af kostnaði af rekstri. Og við erum mjög langt frá því að ná þeirri kröfu, bara mjög langt frá því. Við erum svona kannski rétt að ná upp í helming af þessari kröfu. Þannig að því miður þá var þetta niðurstaðan en ég vona að þetta býti nú ekki of mikið í 3,6% og 3,3% þegar þetta tekur gildi 1.7. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundargerð stjórnar strætó frá 19. maí. Það enn tækifæri.
Svo er ekki við fundagerðin lögð fram. Þá erum við komin að síðasta mála á dagskrá okkar fundar og það er fundagerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga og það var 927. fundur og forseti hefur nú ekki skrifað hjá sér hvenær hann var haldinn, en á dagskrá þess funda voru minnst okkarstu nógu mörg mál. Það voru heil 18 mál á dagskrá og fundurinn var haldinn 26. maí og orðið er laust þessa efnismiklu fundagerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Enginn óskar eftir að taka til máls og er þá dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar Mosfellsbæjar tæmd og fundi slitið klukkan 18:24.